Já, góður áhorfendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudagskvöldi. Það skapaðist hefð hérna þegar við vorum með Rauða borðið fyrir ykkur síðan. Þetta er svona drengjakvöld. Það komu hingað til mín Mikael Torfason og Biggi Veira oftast. Og þeir eru hérna hjá okkur í kvöld. Og Benedikt Erlingsson var líka, en hann er núna út í Danmörku. Var að fara í leikhús með dætrum sínum að horfa á barnsmóðu sína leikaðar. Gott kvöld í honum í Helsingör. Við skilum hvað í kvæði til hans. En til að hlaupa í skarðið fyrir hann er hingað kominn Jakob Bjarnar, sem er gamall félagi minn úr blaðamennsku og veiðifélagi Mikaels. Ég veit ekki hvort að þið þekkist Biggi og Jakob, hafið þið gert eitthvað saman? Jakob er náttúrulega popstjarna fyrirverandi, eins og Biggi er núverandi popstjarna. Þannig að þið eru nú sama geiranum. Biggi, hvernig fannst þér kátur? Ég þekki nú eitthvað að þetta smetti, en ég man nú ekki eftir neinu sérstöku, einhverju svona interaktsjón, ef ég segja eins og Já, það er svona úr þessum heimi sem að þú ert úr, guskus, svona hásmart músík einhvers staðar, sem að maður þarf að vera bara djúpt inn í úlingamenningu hvers borgar bara til þess að fá að vita hvar tónleikarnir eru. Hvernig líst þér á Káta Pilta úr Hafnarfirði? Já, varstu í Káta Piltum? Já, ég kannast náttúrulega við það. Mér fannst það var sniðugt. Það voru ekki eitthvað textum sem eru eiginlega ólegir í dag. Hvað eru þau? Er ekki einhverjir textar sem þið gerðu sem eru eiginlega hálf svona ólegir í dag með svona mítið? Já, það má ekki, við megum ekki nefna þá. Jú, það var rétt sem Smári segir, það má alla nefna þetta, en það er nú nefnilega svo merkilegt með það að svæsnustu, þetta voru náttúrulega aðri tímar, textarnir, eru eftir séra Davíð Þór Jónsson. Það er hann sem að samdi til dæmis lagið sem að hefur nú verið svona allræmdast, Feitar konur. Það samdi hann á sínum Sokkamanns-árum og ég ætla ekki að segja ykkur söguna á bakvið þann texta. Við erum heldur ekki að byrja um það. En Biggi, geturðu gert eitthvað við Káta Pilta? Geturðu tekið þetta og remixað þetta einhvern veginn, hann þetta væri bóðlegt? Nei, ég myndi ekki geta gert það. Ég er í dálítið öðru, ég er í tónlist mjög mikið fyrir svona tilfinninga, hvað ég segja, bara hálfgett svona tilfinningarúm. Þetta er svona tónlist sem ég er að reyna einhvern veginn til þess að hreyfa við ykkur svona tilfinningum inn í, þetta er eitthvað mjög svona þannig, þannig að það verður alltaf svona annað form af tónlist, svona grín og eitthvað skemmtilegt og eitthvað svona, eitthvað sem er svona annars þar hef ég ekkert neitt sérstaklega tengt við, Þú verður að hlusta á plöturnar, það er þarna, þetta er áskorun fyrir þig, Biggi, það eru þarna tilfinningar, djúpt á þeim, en það eru þarna. Nei, já, ég er ekki að tala um að það sé ekki tilfinningar í lagas mín, heldur er ég sérstaklega að leita eftir að fara inn í að gera ákveðin tilfinningarhrifi gegnum svona einuuppskriftir í hljómabreytingum, þannig. Þetta er svona þroskari músík sem þú ert með heldur en þetta svona gelgju drengja pop sem að Káti Pilta voru. Ég bara veit ekki hvort það á að segja þroskar eitthvað, hvað er hlutirnir eru bara mismunandi tíma þar að einhvern veginn. En nú er Abba koma aftur, Jakob Bjarnar, heldur að Káti Pilta komi saman og noti einhvern veginn tæknina til þess að virka grenri og svona bóðlegri. Hefur það komið til tals að Káti Pilta komi saman aftur? Atli er búinn að reka alla úr hljómsveitinni, þannig að það er Atli bróðir sem var nú forsöngvarinn og helsta sprautar, hann er búinn að reka alla. Þannig að mér er það til efs að það getur orðið. En maður ætti aldrei að segja aldrei. En Mikki, hvernig stendur á því að þú varst ekki rappari? Nú ertu bara kemur úr þannig umhverfi og með þannig stemmingu að raunverulega hefur átt að verða rappari, eða ekki? Frekar heldur en blaðamaður og rithöfundur. Jú, og leikskáld. Eina tónlist í mér, ég var mjög hrifinn af því, ég ætlaði mér alveg að fara þá leið, þannig. Ég hef alltaf séð eftir því að vera ekki með neina músík í mér, ég hafði enga löngun í það og svo var ég líka svona uppreisnargjarn gagnvart pabba sem var svona, hefði endilega viljað að vera rappara, því honum fannst það svona vera nútíma ljóðið og svona og ég hlustaði mikið á rapp og er mjög hrifinn af rappi og hlusta ennþá eiginlega bara á rapp. En og hann var svo hrifinn af öllum svona hendingum og rými og ég reyndi þá að vera meira að lesa skáldsögur og dreyma að skrifa skáldsögur.
til að vera í einhverju uppreist gegn honum, að því að það var erfitt að vera uppreist gegn honum en það var umburðlítið gagnvart öllu, sama hvað ég hefði gert, það var frábært, sko, þannig að þetta var svo erfitt að gera uppreist gegn honum, en ég gat allavega gert uppreist með honum með því að neita að hafa gaman af káin. Varstu ekki Minipunks? Jó, það var ég punk-hljómsveit sem ég var í þegar ég var 8 ára. Þá var ég forsöngvar í punk-hljómsveit sem heit Minipunks og spilaði... Engin hugmyndur endur komið þar að fá Minipunks aftur? Já, ég gerði það nú einu sinni þegar ég var að plugga bók eitthvað tíma 98 og þá 97 eitthvað, ég man að Matthías Viðar Sæmundsson heitinn sá mig í Dagsljósi sem var þá, spilandi á rafmagnsgítar og syngjandi pönglag og hann skrifaði síðan grein í Morgunblaðið hvað var, hvernig skáldsagan væri búin að missa erindi sitt þegar aðalungskáldið væri bara einhvern veginn að pönka í Dagsljósi og hann þótti þetta einhvern veginn fyrir neðan virðingu mína. Þannig að ég endur kom hann var 98 og þá misti nú ég orðið stjórnandi. Já. Erum við búin að missa Dr. Gunnar Smára úr þættinum? Já, það getur nú þróast í athyglisverðar áttir. Jakob, þú náttúrulega mesti fagmaðurinn í svona radíóprogrammi, en það best að þú leiðir. Já, ég nú bara svolítið að velta því fyrir mér hvernig ná því stendur að ég komin hingað, Ég var nú bara að fara heim úr vinnu þegar Gunnar Smári, Dr. Gunnar Smári, eins og þú kallar hann, hringdi í mig og ég hef nú varist fimlega, hann hefur nú verið að reyna að draga mig í þetta prógram áður og ég hef nú kannski ekki að því að ég er blaðamaður á Vísi og hef nú kannski svona viljað reyna að passa upp á hlutleysi mitt eða kannski öllu heldur að gera mikið vanhæfan. Þetta er skemmtiþáttur. Þessi föstudagur skemmtiþáttur. Það sem hlutirnir eru ekki teknir alvarlega. Ég sé þetta þannig. Þetta er heimspekilegur skemmtiþáttur. Ég held að þetta væri bara kommunistarspjall og mættu bara kommunistar tala þarna. En byggi eftir að vera bara að hlusta á okkur heilan vetur, þá gekk hann í Samfylkinguna og er í framboði fyrir hana, þannig að þú getur alveg verið hver sem er. Já, en býttu, ég var ekki búinn að klára. Málið er að svo var ég að segja vini mínum sem er mjög til hægri sinnaður og honum líst ekki á þessa vinstri sveiflu sem honum finnst vera í samfélaginu. Og ég fór að kvelja hann eða rekja hann með því að ég yrði í þessu prógrami núna, það væri bara að byrja og það ætti að vígja mig með formlegum hætti inn í sjónskiljasteológi. Gunnar Smári væri búin að koma mér inn á það og hann rakk bara upp skaðræðis veginn. Nei. Jú. Heyrðu í mig núna? Já, og nú Heyrðu í mér? Já, ég er með, en ég ekki ráða með trufleikur. Þú ert félagina með 2914, blaðamaður í Reykjavík og verður bara hjartalega velkomin í vloggin. Já, það er bara það. Þú fær skírtinni sent heim og þegar byltingin, og þetta með bjargaði, þegar byltingin verður, þá gæti þetta bjarga lítið þínu. Hvert fóruðu með þetta samtal? Því að það var ein spurning sem að mér langaði að þegar við vorum að tala um svona pop-drauminn og þú veist, kannski er þetta ekki svona, þetta er drengjaþáttur. Þetta er svona stæðsti draumur drengsins að verða popstjarna að vera upp á sviði og Biggi, þú ert náttúrulega búin að lifa þetta. Hvað er Guskus, er þetta ekki orðið 25 ára gamalt eða eitthvað? Ertu ekki bara Keith Richards Íslands með svona langlífustur hljómsveit? Hvað er þetta gamalt, Guskus? Það er nú ýmsir aðrir sem byrjuði í eittisinu sem eru ennþá að syngja, þannig ég á alveg langt í land með að ná þeim, en þetta er, ég bara einhvern veginn æxlaðist óvart inn í þetta, bara eiginlega ekki út af því að ég ætlaði að vera einhver fara einhvern veginn þessa leið, þetta var bara einhvern veginn, ég bara féll fyrir tónlist og gat ekki annað en heldur bara einhvern veginn sokkið einhvern veginn onían og svo fór ég bara eitthvað fullt af að gera tónlist bara af því ég gat ekki annað og ég mér langaði bara svo mikið til þess en þegar ég var til dæmis að vinna með Magalego og við vorum að gera eitthvað svona partytónlist í 90-sinu þá var nú aldrei eitthvað pæling hjá okkur að vera eitthvað frægir eða að gera eitthvað að vita en það var ekkert búið að vera neitt í gangi það var bara sykumóla, þú veist messoforti og svo sykumóla með eitthvað punk og við vorum ekkert að tengja við það þannig að það var ekki komin eitthvað svona Ísland eitthvað neitt rosalega mikið á korti það var bara sem sykumólanum voru rétt búin að opna þetta bara þessum tíma bara svona
svona fyrsta skrefið eiginlega og við vorum ekki með neina draumum að verða eitthvað merkilegir sko. Við vorum bara að gera eitthvað lög þannig að við getum verið mest cool í Rósaberg-kjallaranum 93 þegar með Maggi Lego var að DJ og ég með brennivín í vatni á kantinum bara frekar töff bara að vera með honum í liði sko. Þetta var meira bara það, þetta var meira svona inn í húðpælinga eitthvað. Svo einhvern veginn vorum við að spila eitthvað live á einhverjum svona klubbi niður í bæ og þá var Darren Emerson sem var í Önduvöld, hann var eitthvað að DJ og við vorum svona eitthvað að hita upp fyrir hann og hann var eitthvað að hrifin af einhverju lagi og það var síðan gefið út og svo þegar þetta guðsbatteri byrjar þá var eiginlega bara hringt í mig og spurt hvort ég geti hjálpað eitthvað til að þetta var eitthvað í lið, eitthvað söngvarar að gera eitthvað stuttmynd og Daniel vildi ekki, gera meira rock, hann var hættur í því og vildi gera eitthvað svona elektrónist, hann var búinn að vera að pródúsera Bubblefly-sputt og eitthvað svona dót og vildi gera eitthvað elektróniska músík með þessari stuttmynd. Þannig að hann var eiginlega bara hringt í mig og ég beði hann bara að koma í þetta. Á þess að ég var bara að forrita, ég bara reyngst á bankana. Bara að lesa, við vorum að setja inn nýtt skuldabréfakerfi, version 2.0 og ég var bara að pæla því þegar það var hringt í mig og ég beði hann að vera póstana. Og ert síðan bara búin, þú ert eiginlega bara, ert ekki bara tónskáld í dag? Nei, má ekki segja það? Músík eiginlega bara svona fettismi, þannig að ég dróst bara inn í þetta, þetta var bara eins og dókið, þetta var bara svo ógeðslega gaman, eða fyrir mig, að ég með svona einhvern veginn, sko, með mjög mikla viðtaka fyrir tónlist, það er mjög mismunandi hvað tónlist gefur fólk, það er mjög mismunandi og ég veit ekkert hvort að það er eitthvað í upplæginu eða uppeldinu, hvort það er í genunum eða eitthvað, en allavega þegar við vorum aðeins að tala um munin á guðs og kátum piltum, sem er einhver, þá heldur ég líka helst í því að sko, mjög mikið af fólki nota tónlist þess að fá svona útrás, en ég nota tónlist rosalega mikið þess að fá bara svona innrás, þess að bara svona kollapsa einhvern veginn inn í mér, bara að láta tónlistina bara svona brjóta einhvern veginn niður, eitthvað konstrukt innan mér og ég finn bara tilfinningarnar einhvern veginn brána saman við lagið og svo grenja yfir öllu saman. Þetta er svona, þetta er bara fettismi í raun og veru, þessi tónlist. Og ég bara fengi að vinna við það, þannig að það hefur verið bara mjög skemmtilegt. Vá, hvað er þetta flott lína? Já, en er þetta ekki svona sagan þín? Nota tónlist til að fá innrás. Já. En Jakob, er þetta ekki svona sagan þín, þú einhvern veginn er popstjarna, slísa svo inn í blaðamennsku og ert orðin svo mikil blaðamennska núna, ég veit ekki eftir ég ef ég skrifa bara blaðamennsku á Facebook þá er bara Jakob mættur það til að svara fyrir blaðamennskun einhvern veginn og er orðin bara blaðamaðurinn. Mér finnst þú ert svikar í mínum bókum, Gunnar Smári, sko, þú hefur svikið blaðamennskuna og þú ert farin að líta á fjölmiðla sem einhvers konar svona áróðustæki. Meðan ég hef reynt að halda í þetta sem að þú talaði svo mikið hérna fyrir mörgum árum að þetta væri svona, það væri einhver svona hugsjón fólgin í því að vilja segja frá. Frásagnar-gáfan þyrfti að vera svolítið hrein og bein og þú ættir ekki að vera að draga einhverja tauma. En það fór alveg jafn mikið í taugarnar á mér og þér þessi ógeðsstimpill sem að Björn Bjarnason var að reyna að klína okkur á sínum tíma, Bugspenni, vegna þess að það fól í sér, það er viðbjóðslegar dylgjur það að maður væri ekki að segja satt og rétt frá, heldur væri maður að reyna að halla einhverju réttu máli til að draga einhverju ákveðna tauma sem að maður vissi náttúrulega ekkert hverjir áttu einu sinni að vera. Þetta sagði náttúrulega miklu meira Björn Bjarnason og mentalitetið í mokkahúsinu heldur en það sem að spjóti náttúrulega beina staðar. En ég var eiginlega að spyrja svona persónulega spurninga, þú veist, að því að Biggi er eiginlega að lýsa því að bara eitthvað atvik á Rósaberg var til þess að hann sogast inn í það og líklega gæti hann ekki klofið sko tónlistina frá sér í dag. Á það ekki við þig, hérna, hvernig er Jakob Bjarnar sem að vera ekki blaðamaður, hvað væri það? Þetta er Eiríkur Jónsson, vinnur okkar, hann var einmitt að velta þessu einhvern tíma fyrir sér í samtali við mig og nei, veistu, mér finnst einhvern veginn eins og mér takist halda þessu aðgreiðu. Ég get alveg hugsað mér mig án þess að vera blaðamaður. Ég bara kemst einhvern veginn ekki út úr þessu. Já, má ég spyrja einu? Og ég bara mig, að þið fyrir að tala þú ert að tala um að segja söguna einhvern veginn, segja fréttin einhvern veginn, en er það ekki bara eins og með bara alla aðra listamenn, hvort sem það er rithöfundar eða tónlistamenn, að við erum í raun og veru að kalla fram einhver hughrif, þú ert ekki einhvern veginn, þetta er ekki hlutlaus frásögn, þú ert að reyna að draga upp einhverja mynd, þú ert bara eins og ég hef alltaf séð fréttir þannig að þetta er
Þetta ákveðin sviðsetning á atburðum, þetta ekki atburðin sjálfur, hann búinn, hann var annars staðar. Þannig að þetta ákveðin svona sviðsetning, þú ert svona leikstjóri þess framsetningarna sem þú setur og þannig að það alltaf að einhverju leyti bjaga og það bara alltaf læg. Sko, það alveg rétt sem að þú segir, Biggi, það ekki til sem heitir hlutleysi. Ég meina, jafnvel það að segjast vera hlutlaus, það þýðir það að þú ert að styðja ríkjandi ástand. En hins vegar getum við gert einhvers konar greinarmun á, blaðamennska fag, alveg eins og sko tónlist fag, þú þarft að reyndar taldi Mikki sig ekki þurfa að kunna neitt á gítarinn þegar hann var í mini-punks. Mamma fannst þetta ekki að vinna sko, þannig að ég lít ekki á tónlist sem fag. Sorry. Ég lít heldur ekki á blaðamennsku sem fag. Ég lít á það sem bara svona tæki og svona, já, bara leið til að tjá sig. Þú þarft að taka marka á ákveðnum stikum og reyna að geta jafnvægis í frásögninni. Þú ekki bara inn í eitthvað tiltekið form og þú hatt eitthvað mið af því og þú mátt ekki segja hvað sem þú ert inn í einhverju svona menning og kúltúr sem að svona takmarka hvað þú getur gert. Mér finnst þú stundum vera eins og svona Sigmundur Davíð, hann heldur það sem honum dettur í hug sé skynsemi. Vá, sá að fljótur þangað maður. Gunnar Smári, þú ert meistari svívirðingana, það verður ekki hægt að segja annað um þig. Þú ert svona eins og Sigmundur Þú lítur á sko staðin sem að þú horfir á sem hlutleysi. Já, ég tek mér þá stöðu. Ég ger ekki skýran greinarmun á því sem ég skrifa á Facebook eða skrifa inn í annað samhengi sem blaðamaður. Ég sé ekki alveg vandamálið við það að gera þennan greinarmun. Þetta ekki eins og þetta sé einhvers konar tvískipting sjálfs eða eitthvað slíkt. Ég hef alltaf litið á mig sem rithöfund og fyrsta bókin mín, Falskur fugl, þá leit ég algjörlega sem hugmyndina sem var svona dópista grey og stráki vandræði með Grafarvogi og þegar ég kom með bókina þá leit ég algjörlega á hana sem tíðindi, sem bara frétt. Þú veist, ég leit bara á skáldsöguna sem tæki til að segja sögu, til að sviðsetja eitthvað viðburð. Ég hef persónulega aldrei verið eitthvað svona abstrakt skáld eða eitthvað slíkt. Og það sama með blaðamennskuna. Ég leit alltaf á hana sem sko vettvang minn sem bara listamaður eða rithöfundur. Og stundum hefur mér fundist ég aldrei verið eins mikill listamaður eins og þegar ég hef verið blaðamaður. Þegar ég hef verið að segja þú veist, varpa ljósi á okkar og ég held að sé miklu, ég held að sé getur oft verið alveg svakalega róttækt. Þetta eins og það sjónarmið sem að eina skipti sem ég hef gert það, sem ég var með á íslensku samfélagi ásamt Illuga Jökulsson og fleirum þegar ég var ritstjóri DV fyrir 2,5 ár, þegar við vorum að segja fréttir af sko líkamsárásum og nauðgunum og kynferðisbrotum og þjófnuðum og núna... Mikki, það var bókmyndafræðingur sem hélt því fram að það var ekki hægt að skilja DV á þessu tíma nema sem höfundaverk Mikael Torfasonar sem rithöfundar. Já, og ég get alveg sammála því, en það sem ég þykir óhugnanlegast að síðan bara engin sagan var lygi, þó hún væri eins og Biggi segir sko sviðsetningar raunveruleikanum. Hér sviðsetning úr raunveruleika í einhverju húsi í Grafarvogi og það fréttin í blaðinu. En það sem magnað sko að fylgjast með eins og þegar sú rödd hefur bara farið þannig séð, og þegar við urðum einhvern veginn skipregga með þetta blað, þetta undir minni ritstjórn, og þá bara hvar hurfu þessar sögur og samfélagin eins og það væri ekki til, en þær eru ennþá þarna og þær eru ennþá til. Þetta sama bara eins og við höfum rætt áður bara fátækt eða fátækt fólk og eitthvað sem sósíalistaflokkurinn að reyna að vekja athygli á og ég var að reyna að vekja athygli á útvarpsþætti. Þú veist, þegar þetta fer úr sko úr sjónvarpinu eða fer úr útvarpinu eða fer úr blöðunum, það merkir ekki að þetta sé ekki lengur til. Þannig að nákvæmlega. Og ég langar að koma inn á þetta, þannig að ég algjörlega sammála að ég lít og fréttir bara sem ritskoðun á raunveruleikunum. Það einhver sem ákveður hvernig eru fréttir, og sér þetta svo sterkt bæði í RÚV og líka á Stöð 2 í sjónvarpsfréttunum,
að þetta stilt upp einhvern veginn með ljósum og make-upi og svona einhver svona grafík og eitthvað svona og það einhvern veginn svona að búi til eitthvað, þetta það sem skiptir máli að við séum að hugsa sem tíðindi úr raunveruleikunum okkar. Þetta það. Og annað ekki, vegna þess að við ætlum ekki að tala það. Og mér finnst þetta bara mjög mikið, þetta mjög mikil rit, þetta gjörningur að vera með þessa ritstýringu. Þetta svona sviðsetning, þetta sviðsetning á raunveruleikunum. Já, og þú stýrkur og svo það fólk að máta sig eitthvað við eitthvað raunveruleika, það passar ekkert við. Þetta er alveg skelfileg viðhorf sem það eru þrýrir að presentera. En vandamáli sem við búum við, sem höfum starfað sem blaðamenn á jaðrinum, sem við þrír höfum gert. Og vandamáli sem við búum við að til dæmis, ef þú tekur til dæmis fréttastofu Ríkisútvarpsins, sem hefur alltaf frá því að stofnuð örugglega verið versta fréttastofa sem landið hefur, við höfum aldrei haft verri fréttir en á RÚV. Við höfum aldrei haft ef þú tekur bara hvað sem í fréttum sem hefur svona valdið þjóðinu í það minnsta hugarangri, þá er RÚV alltaf seinast. Þeir eru alltaf seinastir með fréttirnar, hvort sem það í kynferðisbrotamálum eða bara einhverju máli frá 90s, segjum bara Ólafur Skúlason biskup, konur stíga fram, hann hefur áreittar kynferðislega. Þær stíga fram, hvar stíga þær fram? Þær stíga ekki fram á RÚV. RÚV hefur stundum átt svona smá spretti með einstaklingum eins og Helga Seljan, en yfirleitt hefur RÚV bara verið algjörlega úti að aka og ekki hleypt til dæmis jaðarröddum eða hleypt einhverju eða verið í svo stóru skandalum. Það hefur bara verið miklu meiri ritskoðun þar en á mörgum öðrum fjölmiðlum. Og það er bara ég er sammálaður, ég ætla að koma eitt að þetta, ég er sammálaður í því að mér finnst Ríkisútvarpið einmitt hlutur þess sem svona ríkistýrt, eitthvað hryggjarstykkis ekki að ákveða endilega hvað eru fréttirnar, heldur búa bara til farveg fyrir þá sem að hafa eitthvað raunverulegt að segja og mér finnst bara mjög sérkennilegt að akkur er alltaf svona gaurinn sem að sér kastljósið, hann er bara greinilega bara úr Sjálfstæðisflokknum og raunveruleginn er bara einhvern veginn stiltur upp á akkur ekki í stundin með 1 þátt í viku og Kjarninn með 1 þátt í viku og Morkin með 1 þátt í viku og skilu, akkur skiptist ekki bara á milli þeirra miðla sem að eru greinilega með eitthvað svona mismunandi sýn og raunverulegan og vilja sýna fólki eitthvað úr honum sem það finnst mikilvægt að fólk pæli og kannist já, þetta er úr mínu raunverulega, við þurfum að taka einhvern veginn á þessu, og hvenær ger ég það? Nú það er kosningar, 4 sem árið, þannig að þá ætla ég að gera eitthvað í þessu, loksins, skilur. En nú það að gefa Jakobi orðið, hann er svona kemst næst í að vera gestur hérna og honum líður eins og við séum bara spark í hundin hans, bara... Já, þeir eru, Loki, hvað ertu? Nei, verstu mennirni til þess að sem eru í því alveg að viðhalda þessum meinlegu ranghugmyndum sem að hér eru að skjóta upp kollinum, eru fyrrverandi blaðamenn og það er nú sennilega vegna þess að þeir vilja gera sinn hlut einhvern veginn, hann verður einhvern veginn svona fjólublári í fjarskanum. RÚV er, það að tala RÚV og fjölmiðla í sömu andrá er svolítið eins og þetta með eplið og appelsínurnar. RÚV er auðvitað einhverju liti partur af kerfinu. En mér finnst þetta svo einkennilegar hugmyndir fyrir að tala að hleypa röddum að. Hver í óskubunum haldið þið að sé einhver bara sem standi í dyrunum og segi, þú mátt koma hérna inn í þetta partí. Nei, þú mátt ekki fara. Fjölmiðlar eru eins og fólk vill hafa fjölmiðlana. Og þú getur ekki sem fjölmiðl staðið í stríði við umbjóðendur þína sem er almenningur. Við ættum nú heldur betur að þekka það, við sem að vorum á DFF. Ég getur sammála þess að þýletunum til, Jakob. Fjölmiðlar eru ég sem blaðamaður, ég veg þá með. Jakob, þú bara sveitaballamaður og spila bara það sem að salurinn kallar. Við erum svona guskusmenn og spilum okkar prógram. En ég getur sammála þess að það dæmi sem ég náði ekki að koma fyrir. Jakob, getur alveg sammálaði með þetta. Þetta er dæmi sem ég náði ekki að koma punkti með RÚV. Af því að það er síðan það sem nýtur mestra virðingar og mest traust.
Þannig að sko vandamáli við blaðamennsku getur verið að því minni áhættu sem þú tekur, því minna aggressífur þú ert að varpa ljósi á eitthvað sem kannski myrkrinu sem þú vissulega gerir oft, því meira traust. Þú veist, það eru til sko heilu Facebook-síðurnar held það reyndar, ég ekki á Facebook lengur, hvað Bogi Ágústsson sé frábær blaðamaður. Auðvitað er búin að vera ömurlegur blaðamaður frá því að byrjaði blaðamennsku. Hefur aldrei sagt neina frétt sem hefur skipt máli. Eitthvað þulur. Já, og ég verð að fá að grípa þetta inn í. Hefur bara haft einkennileg viðþorf til blaðamennsku. Alltaf. Hann hefur haft einkennileg viðbrögð til þjóðfélags sem hann býr í. Sko, ég verð að fá að grípa þetta inn í, þetta er svo rétt sem þú segir, vegna þess að sko, rúvarar eru alltaf að hampa þessum svokölluðu traustsmælingum sem eru eitur í mínum beinum. Mér finnst þetta að vera svo heimskulegt, vegna þess að þú getur alveg auðvitað mælt traust á einhverjum tilteknum stofnunum, en þegar þú ert að mæla traust á fjölmiðlum, hvað ertu þá í raun og veru að mæla? Sko, En Jakob, ertu ekki bara eins og Guðmundur Franklín sem að fæður það lélega mælingu og byrjar að efast skoðanakannanir? Sigmundur Davíð Guðmundur Franklín og sveitabræðarhljómsveit. Alla var að verða Glúmur Baldinsson. Ég er alveg á leiðinni þangað, ég verður nokkulega Franklín Steiner einhvers staðar á leiðinni. En sko, fólk treystir, þetta er alveg rétt sem Mikki var að koma inn á, fólk treystir þeim fjölmiðlum best sem segir minnst. Það er þannig sem þetta er. Stöðunni. Og því mælist RÚV alltaf, eins og Mikki er að segja, RÚV alltaf langhæst í þessum svokölluðu traustsmælingum vegna þess að RÚV segir náttúrulega langminnst. Ok, herðu, Biggi, nú stölu ekki meira fjölmiðla. Þú ert komin frá því að þú varst hérna síðast, þá bara, ert þú komin í framboð? Þú varst reyndar í framboðið áður, eða ekki? Þetta er ekki fyrsta skipti sem þú ert í framboði, er það? Nei, ég hef nokkuð svona verið á listum á Samfylkingunni. Ég er náttúrulega, eitthvað búin að vera viðloðandi Samfylkinguna síðan 2006 eitthvað. Og af hverju ertu á listanum að því að þú sætu strákur eða þú góður í að búti brauðtertur eða hvað gagn hafa þér af þér í Samfylkingunni? Já, sko, ég er náttúrulega sætu strákur. Sko, ég held að hafi nokkur atriði. Sko, ég var, sko, það var kannski, eins og þetta var stilt upp á Samfylkingunum, þá var svona forval, það sem var forkostning, sem að menn minna var einhver hitum að því að það kom eitthvað upp úr því og þá voru einhverju menn á eitthvað fólk á einhverju stöðum þar sem var í raun og veru, þeir sem kusu í þessum kostningum voru í raun og veru, vildu fá eitthvað annað inn, eitthvað nýtt inn og það var verið að bregðast því. En svo var uppstællingarnefndin þannig hugsuð, þetta var eitthvað svona sænskt módel og þetta var allt saman búið að fara vel í gegnum þetta og velja þetta allt saman mjög vel, þannig að þetta átti ekki koma neinum óvart en þetta svona síðan spilaðist út. Það var kosið þetta allt saman. Að hún hafði svona ákveðið vald svona til þess að hnika eitthvað listunum til þess að væri, til þess að væri eitthvað breytt og fjölbreytni. Og það voru mjög mikið af konum sem að voru valdar. Þetta er mjög hann inniheldur mjög mikið sterkum konum þessi flokkur og svo já, þannig að ég var settur hann inn í 5. sæti til þess að svona gera ákveðna breytt. Ég bauð mig ekki fram í forvalinu en það var hringt og spurt hvort ég vildi vera listan mín. Ég sagði bara já, sjálfsög. Og þannig að ég er þarna sem og það sem að kom kannski með þessu sem að mér fannst gaman og það sem þau vildu náttúrulega fá, kannski að því ég var svona mikið á Rauðibarðinu að spjalla með þér og sagði kannski eitthvað við, ég veit það ekki, er það að ég var þá inn í samtali þessar 10 efstu varðandi bara svona eins og pælingar varðandi áherslur í framboðinu, þannig að ég var inn í þessari svona hluta af þessari umræðu. Hlutir bara af þessu liði, skilur, þetta er bara eins og fótbolti, þú veist, sem er að fara í eitthvað leik og þú mannar eitthvað stöður og það var það sem var að vera að pæla í þessu forvali, það var bara að vera að reyna að manna stöður, þú veist að listinin svona hafi verið, var bara ekki nógu sterkur, það þurfti bara að styrkja þetta lið og það var bara gert og ég er alveg stend fastur úr því alveg sem að listin núna er miklu sterkar en hann var og við sjáum hann líka bara eins og að sko með Jóhann og hana Kristrúnu hvað þau eru bara svona sterk viðbót við framlínuna í flokknum. Sama hvað. En akkur það þessu svona sem popstjarna Keith Richards er ekki í framboði. Er þetta borgaraleg skylda eða finnst þú vera að hafa áhrif eða akkur það að vera í pólitík?
Af því að þess Jakob, hann myndi aldrei þora að fara í pólitík. Nei, já, þetta sko, þetta bara eins og með músíkina, þetta bara eitthvað kallað á mig. Ég meina, ég bara eitthvað tilfinningalega, brenn bara einhvern veginn tilfinningalega, gagnvart einhvern hlutum og eitt bara samfélagið og mér fannst bara, þú veist, svo margt einhvern veginn bara með hugmyndina hvernig samfélag funkar bara einhvern veginn vera ekki í lagi. Mér fannst einhvern veginn þurfa að vera hluta af þessu samfélagi. Það er bara þannig. Jakob, þú fyrirlitur stjórnmálaflokkana? Já, ég held að þeir séu náttúrulega byggðir á bara grunni sem er einhvern veginn vonlaust að vinda ofan af. Til dæmis til dæmis þetta kjördæmasystem sem að brengla nú allt og eru þetta einhverju leyti rótspillingar hérna. Þú ert með einhverja þingmenn úr einhverjum kjördæmum og þar hefur fólk tvöfalt vægi atkvæða og þeir eru þarna á þeim forsendum að þeir eigi að gæta hagsmuna einhvers tiltekins kjördæmis og þeirra sem þar eru og þar með ertu komin með löggjafarþingi sjálf undir þann hatt að þetta sé sjoppan þar sem á að skipta góssinu. Sérhagsmunir eru þess eðlis að þá eru hagsmunir heildarinnar fyrir borðir. Þetta er ekkert flóknara og það er ein skilgreining á spillingu. Mér finnst þetta flokkakerfi reynilega að vera að snúa lýðræðið úr hálslinum. Ef ég bý á Vestfjörðum og ég vil hafa öruggt rafmagn, Jakob, ef ég bý á Vestfjörðum og ég vil hafa öruggt rafmagn, er það einhver spilling? Nei, hver er að segja það? Þú sagði svona hagsmunir úr kjördæminu eins og til þess að hafa öruggt rafmagn á Vestfjörðum. Besta dæmið þessa úrkynjun er kannski Lilja Rafney sem var oddviti, er núna í öðru sæti held ég, vinstri grænna í norðvestri. Hún það kom fram fyrir í síðustu kosningabaráttu að til þess að reyna nú að þess að smala saman atkvæðum heim í héraði, þá lýsir hún sig eindreginn stuðningsmann laxeldis í opnum sjókvíum. Þetta er sko hefi mengandi iðnaður, afar umdeildur. Sko, fyrir hvað stendur þetta grænt þarna í vinstri grænum? Það getur ekki staðið fyrir mengandi. Þú stanguði maður? Býttu, er ég orðinn vanhæfur til þess að hafa skoðun á laxeldi í opnum sjókvíum af því að ég á veiðistöng? Já, mér finnst þú að segja frá þér. Eru menn klikkaðir? Er ég með einhverja sérhagsmuni í gangi af því að ég á veiðistöngið inn í geymslu? Ég held að segja bara í vandræði með vinstri græna því að það stendur hvorki vinstri né grænt í nafnið þeirra stendur fyrir nokkuð. Nei, nefnilega. Ég held að það er ekki einu vandræði með flokka heldur ég bara í vandræði með vinstri græna. En ég er að meina þetta grunnelement, sko, það finnst með beinlínis ávísun á bara spillingu. Þegar þú ert að fara að gæta sérhagsmuna, þá þýðir það að þú ert að fara að bera hagsmuni heildarinnar fyrir borð. Sko, vandamáli bara við pólitík er það að þetta er blanda náttúrulega af einhverju hugsun og starfsemi. Ég meina, þeir flokkar sem að, ég finnst, sko, eiga eitthvað erindi eru þeir sem hafa einhverja sýn á hvað er samfélag og finnst þeir hafa hlutverk í það að styrkja það og eru með einhverja svona heildræna sýn eins og bara í raun og veru sósíalistar og samfélkingin hafa svona sama úr þessari marxísku hagfræði þótt að útfærslunum séu mismunandi og það er einhvers konar sýn hvernig við getum leyst úr þeim vandamálum sem að kapitalismin veldur og en þannig að þetta er svona sambland af einhverju hugsunastarfi og síðan einhverju vinsældakeppni. Þú mátt ekki segja neitt sem er erfið þannig að þá verða allir brjálaðir þannig að það er alltaf allir brjálaðir og allir er bara að hugsa einhvern veginn rassinn á sjálfum sér og það er bara, það gerir bara pólitíkin alltaf bara erfiða og þess vegna heyrir sér svo núna að þú þegar fólk er að
eins og núna í þessum kosningum að þorir eiginlega enginn að segja neitt, skilur. Ég Kristrún og ég kom bara með eitt á borðið bara loksins eitthvað úr þessari sko svona í mainstream-flokki, Gunnar hefur ábyggilega skoðun á því hvað sósíalistarnir leggja til, en loksins kemur eitthvað sem bara á borðið sem einhvern veginn konkrétt bara úr þessari vinstri hagfræði sem er búin að vera að byggja sig upp á meðan þessi nýþróska að fjara út og það er bara að það er ekki hægt að leysa þennan eignaójöfnuð öðruvísi heldur með eignasköttum og það eru miklu effektífari skattar heldur en fjármagnsskattar, þannig að það bara komið tíma og keyrin eignaskatta og það er bara, núna. Og það eru allir sammála það sem eru síðan á vinstri vægnum nema náttúrulega forsætisráðherrann sem hefur náttúrulega bara áhyggjur, skilur, en það er bara eitthvað annað en áhyggjur í forsætisráðuneytið. Það er að skjóta inn áður en að Mikki, hann var að biðja orðið, af því að þú ert að nefna þetta sem að þið komum með þarna í Samfylkingunni með þessa, það er kallað hófstillta stóreignaskatt, sem er hófstillta þýðir það svona eitthvað sem við höldum að auðvaldi gæti sett sig við. Skattastefna sósíalista var skipt í 6 hluta og 1 hlutin hét skattleggja minn ríku og þar voru lagðir til mikla skattabreytingar og það sem að Samfylkingin með eins og hafi tekið bara svona pínulítinn hlut úr því og lagt það fram á borð, sko, þannig að þetta er kannski ómur eins og þessar áðan, þetta er svona ómur frá úr sömu átt en styrkleikinn í hljóðinu er miklu sterkari hjá okkur sósíalistum. Ég held þetta sé bara þannig að þetta er bara ágætis byrjun og svo bara má alveg fara dýpra. Eins og þetta er eitthvað sem maður þarf að fara varlega inn í, en bara ef það er hægt að establishera að eignarskattar séu bara eðlilegi hluti af skattkerfi. Þeim var hent út sem bara einhverju hræðu. En sko þessir hagfræðingar sem eru búin að vera kraumandi eins og Piketty, skilur, og aðrir, eitt sem að lesa núna líka, Sambó held ég hann heiti, þeir bara tala að, eignarskattar eru bara, þeir verða bara að vera á dagskrá og þeir verða bara að vera í gangi og sem hluti af þessu skattkerfi. Það er þetta að leysa þetta neitt öðruvísi og líka það sem er líka áhugavert og eins og sem Kristján líka minnst á aðeins, að það kannski eitthvað flókið að skilja það, er það að þeir eru miklu effektífari skattar og í raun og veru auðveldari að innheimta heldur en þessu fjármagnstekjuskattar. Sérstaklega eins og núna þegar fyrirtæki getur bara einhvern veginn valið hvar þeir eru með hagnaðinn en þú ert bara með eitthvað eign einhvers staðar og átt annað og borga þannig að skatta henni. Þannig að þetta er svona fyrsta skref sem ég held að sósíalistar séu alveg sammála um að stíga þótt að þeir sósíalistar vilja kannski stíga lengra en þó bara gerum það bara smátt. Þetta er aldrei þannig. En ekki nennur að tala um pólitík? Já, þetta er svolítið svona djúpt inn í, sko, ég vildi segja á henni sem er flokkakerfið, það sem er rosalega vandræði og Biggi kom svona smá inn að það sem var að þetta er einhverju líka vinsældarkosning. Þá fer þetta eftir hvort að einhver einstaklingur sé likeable eða sé með kjörþokka eða hvað sem það er. Þetta er eins og það er rosalega vinsæll maður í Austurríki sem býr held ég í Graz sem er leiðtogi kommunista þar og hann er bara með 15% fylgi og það er meðal annars að því að hann er með ágætis málstað og svona en hann er alveg óbúslega vinsæll. Hvergi annars þar í Austurríki eru kommunistar með neitt fylgi og ég hef sagt það í þessum þætti áður að lausnin hlýtur að vera allavega hluti þingsins sé í rauninni bara með hlutkesti eða lottói. Af því að það er ekki, við missum af eins og maður horfir á þessa umræðuþætti og það er allir umræðarnir að leita eftir ákveðinni típu sem er mælskur eins og Gunnar Smári eða svona likeable lítil búttaður kall eins og Össur Skarphéðinsson eða Logi Össur telur sig vera mjög mælskan, hann verður sár við að vera flokkaður ekki með einu mælsku. Nei, hann er náttúrulega... Ég man fyrst eftir Össur, ég haldar langa ræður þegar hann var yngri maður. Já, hann er galgopa vitleysingur í mínum huga, en það er verið að leita eftir einhverju ákveðinni tegund af fólki og fólk kemur mismunandi vel fyrir og það hefur verið gerðar tilraunir á þessu, svona félagsfræði tilraunir, þar sem hefur verið gerðar eins og bara í stjórnum og félagasamtaka og skólastjórnum og skólafélögum og svo framvegis. Það hefur verið gert tilraun á því að leyfa
þú veist, fólki að vera með sem hefur ekki þetta element og aldrei, við sjá, eins og við erum að tala áðan fjölmiðla, hverja sjáum við og okkur svona, við sjáum þetta fólk aldrei. En það getur vel verið að vera frábærir stjórnmálamenn og getur gert okkur gagn. Við viljum bara eina ákveðna típu og sitjum alltaf uppi með einhvern veginn Bjarna Ben eða Davíð Oddsson sem svona langlífustu stjórnmálamennina sem eru mestu bullíin og mestu frekjurnar og höfða til einhvers ákveðins elements í okkur manneskjunni og mér finnst þetta ekki ganga. Ég held að þurfum að ef að lýðræðið á að lifa af þá verður að koma inn eitthvað hvort það allt í lottói eða 50-50 eða eitthvað að ég held að þessi þetta sama með bara sjónvarpsfréttirnar eða horfir á og Kastljós þegar við erum að horfa á það mætir einhver í Kastljós eins og var alltaf meira í gamla daga fyrir nokkrum árum og hann að rífast við einhvern annan. Það hver vinnur rifrildið hefur ekkert að gera með hvað rétt eða hvar sannleikurinn liggur eða hvort við einhvern veginn nálgast einhverja niðurstöðu eða vitum eitthvað meira. Það getur hreinlega verið bara sá sem meiri, svo ég vitni forsetann, meiri fáviti, hann minni. Það getur vel verið niðurstaðan, það getur vel verið ekki niðurstaðan, en við fáum ekkert, þannig að þetta performance. Og þannig eru stjórnmál að svo miklu leyti performance, sérstaklega í tengslu við kosningabarátuna, í svona kosningabaráttu, þau performance og svona kjörþokki og likeable og ég held við séum allt og háð því og það sé ekki að gera okkur eins mikið gagn við höldum og við fáum bara einhverja eina típu af mannesku á þing á meðan að það væri rosalega gott ef við værum með allavega helmingin, kannski 30 þingmenn sem væri bara lottó. Já, var það ekki. Jakob, þetta eiginlega, hann að segja að fjölmiðlarnir hafi eiginlega yfirlagt stjórnmálið með því að presentera bara, þannig að kemur bara ein típa út úr þessu. Þetta eiginlega fjölmiðlarnum að kenna. Ég kaupi þetta ekki, þú talar þú veist betur Smári, fjölmiðlarnir eru eins og fólk vill hafa þá. En þetta er mjög góður punktur sem ekki kemur inn á vegna þess að þetta eins og Grikkirnir, voru þeir ekki með einhvers konar svona fyrirkomulega á þessu, þar sem að vagga lýðræðisins var. Og þar voru, hvað hétu þeir, sófistar eða hvað hétu þeir nú óratórarnir, það er nú svo langt sem ég las þetta, sem að léku sér af því að hafa hinn verri málstað, sem sagt hafa sigur með hann í einhverju svona retorískri keppni. Þetta er loffís. Já, það er nútíma útgáfan að þessu. Anskotan hétu þeir nú, ég var búin að stólið úr mér, þessi flokkur manna þarna í Forn-Grikklandi sem en það átti einmitt að undirstrika þetta sem Mikael er að segja. En við erum einhvern veginn orðin svo fyrt að nú er þetta orðin einhvers konar dyggð að geta haft verri, að vera skrumari. Þú fær verðlaun, þú fær völd ef þú ert skrumari og mannskepnan er einhvern veginn að kaupa þetta. Ég held líka bara sem að missa rosalega mikið af, eins og það talaði mikið svona talent og við heldum sem að missa af rosalega mikið og stundum kemur þetta kemur kannski upp undarlega, þetta kemur eitthvað freki kallinn, kemur eitthvað svona, en það sem vantar að við erum að missa af einhverju rödd, við erum að missa af stjórnendum, við erum að missa af fólki sem gæti gert okkur, gert mikið gagn og við sitjum uppi með í rauninni svona sérhagsmunapot og ákveðin svona bulli sem að lifa mest af og fólk sem er svona professional stjórnmálamenn sem að verða fljótt svona falla fyrir einhverju þar sem þeir missa bara hugsjónir sínar eða tekur bara vinstri græni eða eitthvað sem að allt í einu bara farin að leiða hægri stjórn á Íslandi sem að meikar ekkert sens og bara eitthvað svona vitleysa. En það því að sitjum upp með ákveðna típur af fólki og ákveðna típu af fólki sem ólýðræðislegt sjálfu sér, útilokuðu frá borðinu, menn þess að hefur ekki einhverja ákveðna hæfileika sem að henta í að komast áfram og verða, lottóið mitt gæti meira að verið að fólk skrái sig í lottóið, allt í lagi, af því að telur sig eiga erindi.
og telur sig eiga erindi og telur sig hafa góðan málstað og vill einhvern veginn vinna landi og þjóð gagn. Það þarf ekki að vera bara við plokkum einhvern sem hefur engan áhuga og þurfum svo að spyrja næsta. Heldur bara fólk skráir sig og helmingurinn af þingmönnum séu þannig. Ég held að þetta er það sem ég þarf að koma á stefnuskrá Sósíalistaflokksins. Það er skóun. Slembivalið að vera með það, þá býður fólki og að koma sem hefði annars, sem alveg erfitt með að eiga rödd. Þetta er líka flókið fyrir fullt af fólki og tristir sér ekki, en það er rosalega góð, þegar þetta verður gerðar þessar félagslega tilraunir, þá er ofboðslega góð reynsla af þessu. Þess að líka bara varðandi jafnrétti og þetta fólk með allt annað sjóðunumið. Þú ert að tala við, þegar þú ert að tala við Loga eða Bjarna eða eitthvað, þá ert að tala við fólk sem er líka búið að vera sigurvegarar allt sitt líf. Skilur, hvort sem það fæddi sigurvegar eða bara gekk vel og Logi var góður í braski og business eða hvað hann gerði og búin að sjarmera. Allt annað viðhorf til lífsins. Þú veit, allt annað heldur en fólk sem er kannski ekki búið að hafa þessa gáfu sem að samfélagið verðlaunar í sífellu. Ég held að þetta sé nú bara þannig, ef við komum þetta, þá held þetta sé nú kannski bara þannig að sko, stjórnmálaflokkarnir allavega er það gert í samfélkinginu, samfélkinginu allavega meir en Logi, það er hann að fullt af alls konar fólki inn á þessum listum hérna og þaðan og það er reynt að passa mikið upp á það. En það sem ég ætla kannski að koma inn á er það, mikið, þú má heldur ekki gleyma því, þegar maður bara pæli í lýðræðinu, er það að þetta kjörna fólk, og ég er alveg til í að skoða eitthvað svona slembitni eða eitthvað aðrar, en þetta er samt sem það þannig að þetta er samt landinu stjórnar samt í gegnum samtal við þær stofnanir sem eru í samfélaginu. Ég meina, þú veist, landlæknisembættið, þú veist, er meira hluta sínu könnu, ráðuneytin eru að gera eitthvað, veist, það er fólk hérna sem er ekki á þingi sem er að gera allar þessa vinnu, það er að skrifa allar þessar skýrslur, það er með allar þessa þekkingu á þessum málum og það er hvernig það velst inn þar og hvernig þar er miklu meira, það sem stjórnar áherslunum í hvað er í boði fyrir stjórnmálunum að vinna með. En svo sjálfsögðu er þetta þannig kannski eins og til dæmis að þegar og það sem er kannski líka miklu meira ágefni er að þegar kannski soga valdið úr kannski sjálfstæðum stofnunum inn í ráðuneytin og eru sér bara búin að sko festa þessi ráðuneyti bara algjörlega með sínu fólki. Ég veit ekki hvað það er, ég þekki ekki nú vel, en þið skiljið hvað við, ef þeir svona eignar sér eitthvað ráðuneyti, þá náttúrulega er það kannski orðið kannski ekki alveg nú funksjónal svona almennt séð, kannski erfitt fyrir aðra ráðherra að koma einhvern veginn inn í það, stíga bara inn í sjálfstæðisflokkinn bara í ráðuneytinu eins og dómsmálaráðuneyti. Ég veit ekki, ég er ekki að saka neitt með skiljiði, en það má ekki gleyma því að það er fólk þarna í kerfinu sem að gera allar vinnun og það er ekki, við erum ekki að kjósa það á þing, skilur, hvernig fer það fram? Og mér finnst líka mjög áhört að segja það eins og upprís á verkalýðshreyfingarinnar, því að það er lýðræðislegt fyrirbrigði og þar koma mjög sterkar raddir sem hafa mjög mótandi áhrif á samfélagið og allt samtalið milli stjórnmálamanna og annarra í samfélaginu, þannig að þetta er ekkert eitthvað allt sem gerist bara inn á Alþingi eða fólki sem er kosið þangað inn, að það væri kannski bara best að Alþingi yrði bara eitthvað celebs og eitthvað svona sem hefði bara svona good intention og svo væri bara eitthvað lýðræðislega stofnanir sem bara svona bjóðu upp á eitthvað og svo væri bara eitthvað skemmtiþáttur sem bara hvernig var heilbrigðiskerfið í dag og borg eitthvað eða ókeypis, hvernig og svo er eitthvað og svo bara valið. Það er svona eins og lordakerfið í Englandi eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað þetta er. En ég held að Íslandi, sko lýðræðinu í Íslandi stafar mest ógn af sjálfstæðisflokknum sem hefur ríkisstjórn 26 á síðustu 30 árum og það er einn stóra ógn sem er sama hvað fólk skrifar einhverjum skýrslur inn í einhverju ráðuneyti eða inn í einhverju stofnun, þá þú veist, næstu sama hvaða flokkur það væri sem væri búin að vera með dómsmálaráðuneyti til dæmis í 26 á síðustu 30 árum, þá myndi hvaða landi sem er stafa ógn af sjálfstæðisflokknum. Þó við hefðum verið sem þjóð miklu heppnari með sjálfstæðisflokks en við erum og værum ekki með spiltan og lélegan sjálfstæðisflokk sem væri búin að fara jafn illa með okkur og fara til dæmis jafn illa með dómsmálaráðuneyti og svona, þá myndi þeirri þjóð stafa samt ógn af sjálfstæðisflokknum að vera með svona lengi í ríkisstjórn og hvað svona lengi, hver er saga þeirra að skipa dómara á Íslandi.
þetta svo ótrúlegt ef við varum að lesa þetta í einhverju grein á vísi.is einhverja aðra þjóð ef Finnar eða Danir eða Norðmenn væri svona vitlausir að vera bara með sama flokkin með dómsmálaráðuneytið og sama flokkin í stjórn 26 á síðustu 30 árum þá værum við að hlæja að þeim og við værum líka að hlæja að vinstri grænum öðrum til að viðhalda vitleysunni, að viðhalda spillingunni sem verður alveg ótrúlega erfitt fyrir okkur að fletta ofan af á næstu árum eða þegar okkur tekst það, þegar við einhvern veginn vinstrivæðingunum komumst í ríkisstjórn vegna þess að flestar þessar Norðurlandaþjóðir sem alveg líka með lélega sjálfstæðisflokka, þá sé ekki með jafn lélegan sjálfstæðisflokk og við, þá nærðu alltaf, já, hérna náðu vinstriblokkin 2 kjörtímabilum. Það svona meira jafnvægi, og síðan koma konservativ og íhaldsmennirnir og svo koma þessir. Það er eitthvað yin-yang barátta á milli. Á Íslandi er þessi yin-yang barátta bara ekki til staðar. Nei, og við erum svo fá, sko. Ég held að hlutfall, sko, sem hefur verið kallað mannættu fylgið, sem kannski einhvers staðar við 10%, við erum svo fá, það verður hlutfallslega svo hátt og það öllu tekið svo persónulega. Ef einhver komið á, einhverju stofnun eða einhverju mannskotanum, þá sko verður allt brjálað ef það á að leggja það niður, ekki að því að þessi stofnun tiltekna sé að gera eitthvað gagn, en þeir kannski verið skipuð til þess að sinna einhverjum tímabundnum verkefnum, heldur að því að Gunna frænka, svo góða kona, vinnur þarna á mjög góðum launum og það sé bara algerlega bara fyrir neðan allar hellur að leggja þessa stofnun af, þessar nefndi þetta fyrirbæri eða hvað þetta á nú að heita, að því að Gunna frænka, hún að missa vinnun og hún bara fara á atvinnuleysisbætur. Eins og það er komin einhver svona elitismi í þetta. Og þetta mannættu fylgi vegna fólksfæðar á Íslandi er svona við 10%, hugsa ég. Það er bara svo erfitt að hrófla við þessu. Jakob, að því að þú þú hefur ógeð á flokkakerfinu og stjórnmálunum og gengst upp í því. Hvernig er svona kjördagur hjá þér? Þú vaknar upp á kjördag og hvað gerur? Ferðu á kjörstað og... Ég hef oft sleppt í. Stundum hefur ég farið að skila það auðu og svo asnaðist ég nú til þess að kjósa einhvern tímann eftir hrun. Það veist að það kostar núna, þú getur skilað rauðu, það er nýtt. Já, heyrðu, þú hittir nú svolítið á, hver kom með þetta slagorð? Það er helviti gott. Ég veit ekki, þetta var bara, sáum þetta á Facebook og gripum það bara alveg í kvelli. Þetta kemur innan úr grasrótinni bara. En það er náttúrulega... Ég hef stundum ekki að grína Jakobi að hann sé eitt versti kjósandi... Ég getur reynt að laupa yfir. Við höfum margt lélega kjósandir, en Jakob eitt versti. Það er alveg rétt og hrakningarsaga mín með alveg miklum ósköpum. Alveg á nákvæmlega þessum sömu forsendum og mikið var að reykja einn á þannig að þetta er valdspillir og algjört valdgerspillir. Auðvitað er það lögmál, alveg bursið frá því þó að Sjálfstæðisflokkurinn væri ekki eins og hann kannski, en þá taldi ég nú vert að reyna að gefa, það væri bara að reyna að losa hann við þessa lukkurittara að kjósa eitthvað annað heldur en hann, þannig ég held ég hafi kosið Samfylkinguna og Jóku á sínum tíma eftir hrun, sko. Svo bara áður heldur en ég veit af, þá eru þeir Ögmundur og Halla Gunnarsdóttir inn í hans ráðuneyti farin að tala að reisa klámskjöld utan Ísland að kínverskri fyrirmynd. Á þess að spyrja þig. Þetta er svona verið að nauðga sínu lýðræðislega umboði. Það var ekkert kosið eitthvað klámskjöld. Þetta var algjörlega klórulaust. Hann kýst með eitthvað flokk og fyrsta málið sem gefur sem ekki sem hann ósamlega bara þetta er bara svo hálfvitalegt mál. Vísar út fyrir sig. Þú veist, þetta er svo að kynnast konu og bara fyrsta sem að hún ég læt ekki bara hún setti Abba á fóninn og hann bara fór út
Við höfum ekki talað við komuna síðan. Já. Og þannig að ég kaus Sjálfstæðisflokkinn þá. Kaustu Sjálfstæðisflokkinn? Til þess að mótmæla klámskildinum. 2013, kaustu Sjálfstæðisflokkinn 2013? Ég man ekki alveg, ég er slæmið með ártöl, en hlustið á mig, nei, það var líka þá það þegar hann var að hóta þessari ógeðslegu leiðréttingu, hann Sigmundur Davíð, og ég hugsaði með mér, Guð minn almáttugur, þetta eins mikið ranglegt og hægt að hugsa sér, sko. Já, og ég hugsaði með mér, ég bara að reyna að fara í gegnum þetta, ég kjósandinn í það, ef einhver nú til í að, því að þetta allt sem að Sjálfstæðisflokkurinn ekki risavaksin ríkisafskipti þar sem að 70 milljarðar eru teknir af almannafé og færðir tilteknum hópi þeirra sem að best standa. Þetta sturlað. Heyrðu, hvað gerist ekki? Jú, Sjálfstæðisflokkurinn lendir í stjórn og hvað gerist? Jú, leiðréttingin sett á. Það sem ég kaus beinlínis gegn, sko. Þannig að ég man, sko, þú veist, mér ofbauði þetta algjörlega, ég mun sko, þetta að vera í fyrsta skipti sem ég kaus Sjálfstæðisflokkinn og það mun aldrei gerast aftur, sko, því að... Og hvað gerður 2016? Þetta spennandi saga, sko. Þá held ég hafi kosið, sko, að því að ég, sko, Nei, ég held ég hafi kosið Viðreisn þá, því að ég tel mig vera mjög fylgjandi frjálslyndi vegna þess að ég tel það einu réttu leiðina að markinu. Ég held að við séum ekkert svo ósammála markmiðið heldur erum að þrasa leiðina. Jakob, please, þetta það sem að hægri menn segja alltaf verið kosningar, sko, við erum öll að stefna saman markmið, það bara ekki þannig, hægrið ekki að stefna þangað, hægrið að stefna því að auka auð hinn að fáu. Þú hefur meira gaman að tala en hlusta, Gunnar Smári. Svo kom Viðreisn með málið sem var brautan. Ég bara, jafnlauna vottur, eitthvað mesta hálfvita, það það eina sem stendur eftir Viðreisn, Frjálslyndaflokkinn, sko eins stæk forræðishyggja og hægt að hugsa sér og eins heimskulega og hægt að hugsa sér. Þetta svona láglauna vottun, þetta gerir ekki til þess að nálgast þennan vanda, ég geti haldið langa ræðum þetta og ég bara, þú veist, Guð minn góður. En ég kann ekki söguna því að 2017 kaus ég Vinstri græna og fór í hóp lélegustu kjósenda landsins. Vá. En hvað gerðir þú 2017? Hversu lélegur kjósenda varst þú? Ég held ég hafi kosið Pírata þá og þú ert ekki hljótt að vera bara að gera eitthvað til að... Þá komu held ég komu feministarnir og rústuðu þeim flokki eins og öllum öðrum flokkum reyndar á einum flokkspólitísk akri með sína forræðishyggju. Það til svona flokkar fyrir þig, það til svona flokkar, getur karlalistinn, eitthvað skoða þá, svona minni hópa, því að það getur erfitt að vera í stórum hópi, það náttúrulega alltaf eitthvað kemur upp sem að þér líkar ekki við, hvort þú að fara kannski í minni flokka, Jakob. Já, þetta ekki eitthvað eitt smá atriði sem líkar ekki við, hvað tjófisins ofur einfaldanir eru þetta eiginlega? Hvað ætlar að kjósa núna? Ég veit það ekki, ég segi ykkur alveg hreinskilnislega, ég hef ekki hugmynd. Framsókn? Nei, talandi þessi slagorð, þú átti nú ekki von á því, Gunnar Smári, þegar þú helst þú væri komin með vinningin stóra með kjósum eða skilum rauðu. Framsóknarflokkurinn kemur með besta slagorðið, how about them apples, maður. Já, ég veit ekki hvort það lifi til kosningar. Hvers vegna ekki bara kjósa Framsókn eða hvernig sem það nú er. Á allra vörum. Því byggja samfylkingin með Hallgrim Helgason sem góður slagorðasmiður og þið eru ekki með neitt gott slagorð. Já, býttu, má ég aðeins klára? Sko, ég tótal öri, ég ætti náttúrulega að kjósa sósíalistaflokkinn ef hann væri ekki svona mikið forræðishyggju ríkis. Jakob, þú skilar... Veitu hvað, við erum ekki með neina forræðishyggju, neitt ríkismiðstýringa eitt eða neitt. Ég skal velta þessu fyrir mér, Gunnar Smári, einlægni, en slagorð úr samfylkingunni sem alltaf að reyna að vera svo rosalega góðir, fjölskyldan eitthvað í fyrirrúmi. Ég er tótal öri. Þessar klísjur fjölskylduna, allar rannsóknir leiða það í ljós að þeir sem hafa það langlakast í þessu samfélagi, samfélagsgerðin sko
pönkast á þessum þjóðfélagshópi sem fer sístækkandi vegna þess að bara samfélagsmynstrið allt að breytast, eru þeir sem eru einir á báti. Þeir eru aldrei nefndir á nafn, ekki af einum einasta flokki. Af hverju alltaf verið að jarma fjölskylduna þegar að þetta liggur fyrir? Af hverju það svona mikið tabú að nefna það að einstæðingarnir hafi verið að drepa á þessu samfélagi? Af hverju heitir þetta ekki betra líf fyrir einstæðinga eins og Jakob Jarnar? Já. Það hefði nú verið krassandi slagur. Hvaða fjölskyldu jarm þetta? Já, sko, ég held að þetta sé nú kannski frekar bara þannig, þú veist, þessir einstaklingar sem ég sé, ég veit ekki, ég þekki þér alltaf ekki, Jakob, þannig ég veit alltaf ekki hvernig þú hefur það, en hérna, Ég hef það skýtt. Þú hefur það skýtt, ok, en hérna, ég sé þetta alveg þannig að þeir þurfa aðalega kannski bara að koma aðeins dýpra til fólks, skilur, þeir vantar ekki meiri pening, en þeir sem eru að reyna í verslinu sem á lægstu laununum og eru að reyna koma sér yfir húsnæði og með fjölskyldu og annað kornung, það þau sem eru í basti hérna sem skýta húsnæðismarkaði og þessu ósangjarna kerfi sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur komið á í gegnum skattkerfið. Þannig að þetta snýst nú bara það og ef þið líður eitthvað illa, Jakob minn, þá held ég að það þarf að gera átak í sálgæslu. Þannig að kannski getur við eitthvað tekka á því. Vá, mér boðið, þetta nú meira boðið sem að mér sem ég fengið í. Þetta djarft af frambjóðandunum að svara kjósandunum svona, sem eru búin að lýsa yfir að hann ekki. Það í 5. sætinu. Þetta í anda Ingibergar Sólrúnar þegar hún á borgarfundurum. Já. Nei, sko, málið bara það. Sko, þetta nefnilega svo snúið, sko. Það eru allir bara að kvarta, það alltaf allir að kvarta. Það kvarta allir, það alltaf einhver sem að fæ ekki sitt, skilur, og það virðist vera. Og það kemur náttúrulega bara út af einu. Það ekkert endur út af því að fólk hafi svona skýtt einhvern veginn í, og sko, þeir líður bara, þú veist, þetta kemur eiginlega bara út úr þessum kapítalíska heimspekikerfi, þar sem þetta alltaf snúast bara þig og þú hefur ekki þetta alltaf besta og þú hefur ekki komist í skíðaferðina eins og þú áttir skilið í febrúar eða verið á nýja rafmagnsbílnum sem fastur í bænum og ef þú ert ekki með það þá lífið þetta ekki nóg. Þannig ég bara að segja þar kemur það og líka bara hvernig þessi kapítalismi hefur skilið fólk bara eftir og bara aftengt sig bara fólki og sagði, já, þú skiptir ekkert máli neitt lengur í þessu samfélagi lengur. Við erum ekkert að fara, þú gleymist bara hvað þú býrð einhvers staðar út á landi með enga mínu. Við höfum ekki fyrir þig. Þannig að það miklu meira það sem einangra fólk bara þessi kapítalismi og áherslan á það að við séum einstakling að berjast einhvern veginn innbyrðis góssið eins og þú sagði á Alþingi. Og ég held að þetta sé í raun og veru bara það sem að gerast núna og það enginn með konkrétt lausn en allavega komnir einhverjir í boði sem eru tilbúin að stýra þessu olíuskipi inn í einhverja aðra átt og það bara það sem þessar kosningar snúast hvort það sé hægt að sparka Sjálfstæðisflokknum út sem stýri manni á þessu skipi sem hann búin að vera og hvort það sé hægt að byrja að sigla eitthvað annað eða hvort þetta verði bara stöðugt eitthvað verið að reyna að trufla stýrið. En hann samt bara alltaf að sigla sem áttina. Ég sé þetta bara þannig. Jakob, er þetta glíma við svona fyrringu, fyrst og fremst? Ekki kannski, það er ekki betri gjör. Það er að vera meiri tilgang í svona stöðuðinni í samfélaginu og kannski taka þátt og byggja upp samtök einstæðra og svona finna svona leið til þess að... Einstæðra frjálslynda kall sem þetta er sem fyrring. Og þeir eru að finna þér svona betri sess í samfélaginu og finna reiðið inn í einhvern farveg og til baráttu. Hvað segir það, Jakob? Djöfull auðvelt að kveiki í gamla eineltisrottanum þegar mikið að taka eftir þessu. Ég er ekki viss um það. Ég er ekki viss um að ég er ekki alveg að kaupa þessa með fyrringuna. Ég til dæmis kvarta ekki mikið og hefði bara ágætt að vera allt í lagi en mér finnst ég ekki vera að kvarta heldur þegar ég tala ekki endilega fyrir mig persónulega en þegar ég tala þá sem að minna eiga eða tala fyrir betra samfélagi eða eitthvað slíkt sko. Þannig
ég kaupi það ekki alveg sem fyrringu, það að veðja að sá sem blankur eða fátækur eða fær lítilla borga fyrir vinnu sína eða á erfitt með að ná endum saman að hann skort einhvern tilgang eða sé fyrtur eða eitthvað slíkt sko. Ég held að sé raunverulegt issue og ég held að sé sérstaklega raunverulegt á Íslandi og alltaf tuð það sem að við höfum gengið þjóða lengst sko í Evrópu býst ég við á því að lofa þessum sjálfstæðisflokknum og þeim flokkum sem hafa starfað með honum síðustu 30 ár sem eru Framsókn og Samfylkingin og Vinstri grænir og Viðreisn og Björt Framtíð býst ég líka, ef ég man allt rétt, að lofa þeim að bara að sko eyðileggja að einhver leyti líf ákveðins hluta þjóðarinnar og það hluti þjóðarinnar sem hefur það verst og til dæmis í vandræðum í húsnæðismálum og bygginefndi húsnæðismarkaðinn áðan sem var lagt niður verkamannabústaði og siga bara stórfyrirtækjum og gamma okkur ógeðslegu fyrirtæki á fátækasta fólkið og ég las það bara í grein áður en ég skrifaði sjálfur í aðra grein að aðeins 8% af félagslegu húsnæði á Íslandi 8% af húsnæði á Íslandi félagslegt húsnæði og það hlutfall allt og lágt þess að öll samfélög sem eru búa við kapitalisma að einhverju leyti verða að hafa það lágmark í svona 30% og flest samfélög eru með miklu herra flest Evrópuríki eru með hlutfalli 35 til 55% í samfélaginu sínu eru leiguíbúðir sem eru á lágu verði annaðhvort í eigu hins opinbera ríki eða sveitarfélög eða í eigu félagasamtaka og þetta lágmark annars ertu farin að skaða bara svo ofboðslega stóran hóp fólks sem eru alveg einstæðingar líka og eru líka fjölskyldur og barnafjölskyldur og eldri hjón og einir kallar og hommar og lesbíur og alls konar fólk sem eru bara að verða fyrir stór skaða bara því að þau eru ekki vinnerar í kapitalisman og það fólk kvartar en með réttu þetta ekki, ég held að það sé ekki firrt fólk af því að tölurnar segja til það og ég held að það sé eini flokkurinn sem með eitthvað raunhæft tal hversu margar íbúðir þarf að byggja sósíalistaflokkurinn. Meira að segja sósíaldemókratar í Þýskalandi sem líklega að vinna kosningarnar hér. Hann var bara í sjónvarpinu, hann Ólaf Scholz var að horfa á hann í debatti og hann var að segja nákvæma tölu hvað þyrfti mikið af félagslegum íbúðum og að bara raunverulegt tilboð að þetta er svona ákveðna grunnforsenda til að samfélagið sé svona tiltölulega sanngjarnt og öruggt fyrir alla og þetta er alveg ótrúlega mikilvægt og við sem höfum bæði kosið flokka, ég hef kosið bæði Samfylkinguna sem var beint í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, ég hef kosið Vinstri grænina sem var beint í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, ég kaus aldrei þessa ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks, en við höfum bara hort á þetta gerast, þar sem að einhver vildi bara einkavæða verkamannabústaði og þetta er svo galið. Ég veit ekki neina þjóð í Evrópu sem dottið önnur hins vitleysa í hug vegna þess einfaldlega að þú byrjar að skaða fólk, alveg stórskaða það, þú stórskaðar heilu fjölskyldunar og hér á Íslandi, ég bý í Berlín núna, ekki hér á Íslandi, en á Íslandi eru að fara að skaða bara nýja kynslóð af fólki sem Já, en að ég vil okkar aðeins að halda með áfram sem að Bylgja var að segja, Jakob, og þú eitthvað miskilið mig. Því hann að tala svona firringu og við vitum þá sem eru raunverulega bara það sem stjórnmálum fór líf og dauða, hvort þeir bara mat út mánuðinn, búa við óbærilegar aðstæður á leigumarkaði og bara efnaðslega staðan þannig að þeim eiginlega aftur að fá því að lifa svona sómasamlegu lífi. En þar fyrir utan í þessu samfélagi sem ég er að tala það er ekki fyrir, en þar fyrir ofan
búum við í samfélagi sem kannski ekkert við búum ekki við svona glaða menningu. Það ef gerðu við rannsóknir á því og það eitthvað þriðjungur fólks sem upplifið að starfið að sé bara tilgangslaust. Það sé ekkert point í starfinu, að vinna í einhverjum stórfyrirtækjum með einhverjum stofnunum og að sinna einhverju dóti sem að sér engar raunverulegan tilgang í. Ekki að gera einhverja svona merkingabæra hluti og það var það sem ég var eiginlega að spyrja hvort að hluti af þessu til þess að lifa svona góðu lífi og vera meiri þáttakandi í samfélaginu sé ekki bara krafa á okkur eða myndi bæta líf okkar að vera virkari þáttakendur í svona til dæmis baráttu. Ef að þú ert búin að nefna hérna nokkra hópa sem eru skildir eftir, meðal annars einstæðinga það sem að svona verið að valta yfir og fá ekki að vera með, eru í myrkrinu. Þannig ég var nú að bara ég nú bara að leggja mína efnahagslegu stöðu hér á borði. Ég nú samið við þig Mikki og þig Smári laun, mér I don't give a shit, ég hef það bara fínt og Hvort var auðveldara að semja laun? Þið voru báðir ömulegir, en ég meina, þú veist, ég hef aldrei pælt í peningum sjálfum og ég ekkert að kvarta prívat og persónulega. Ég veit bara þess vegna er ég að spyrja fyrringuna. Heldur að þetta sé, sem að byggir að segja, þetta sé líka bara vandamál í samfélaginu okkar. Að það sé bara... Ég held að það sé bara mjög mikill vandi í þessu samfélagi sem að eru snarbrengla verðmætamat og við búum í andverðleika samfélagi. Þá erum við að tala efnahagslega, en ég á að erfitt með að meta. Ég er í og hef alltaf verið í alveg svakalega skemmtilegu starfi, þannig að ég á alveg erfitt með að meta. Ég er í skemmtilegasta starfi í heimi, en menn hafa náttúrulega notað það svolítið til þess að þrýsta þessu mikilvæga starfi sem ég tel að það sé, og ég held að það sé nú allir sammála um það, þó að það sé nú margir sem að elska það að hatast við blaðamennsku, þá er það mjög mikilvægt. Má ég koma eitt þetta, mér finnst þetta mjög athyglisverður punktur, hvernig við erum skrúðin í samfélagi, vegna þetta til dæmis kemur þetta mjög áhugavert inn á til dæmis eins og þú komst með Gunnar með að fólk líður bara eins og þessi tilgangslaust í lífinu, og það líka eins og með einyrkjana er að þá kannski ágætt að pæla eins út frá þessu þannig hversu mikið erum við í tengst við líf sem er þess eðlis að það er í synki einhvern veginn við verðlaunakerfið í líkamann okkar. Þannig að líkamann og efnin sem láta okkur líða vel og svona, að við séum í einhvers konar lífi sem að pumpar þessu. Og þá má ekki gleyma því að við erum hópdýr, fyrst og fremst. Við erum mjög mikið á okkur svona verðmæta svona stöffi. Það þegar við fáum eitthvað svona feedback eða eitthvað lagt til hópsins, við erum dálítið svona hundar, við erum hópdýr, og ef okkur meinað eða einhvern veginn finnum okkur ekki í þeirri aðstöðu geta einhvern veginn verið í jákvæðu sambandi við okkar hóp, hvort sem við höfum verið skilin eftir í fátækt, eða bara erum í tilgangslausu starfi, eða erum bara fyrt á einhverju kókinni með skriljara í bankanum, skilur, að það er hinn raunverulega vanlíðan að vera bara ekki í sambandi við bara fungerandi hóp, og það er kannski þess vegna sem þessi stemming sem þú ert að segja, Gunnar, er að fólk yfirleitt ekkert að kvarta og fólk í stuð og gera alls konar skemmtilegt, en samt einhvern svona stemming allir ógeðslega svona pirraðar. Það held ég sé bara út af því að það er eitthvað í þessu samfélagi og fólk finnur það bara mjög sterkt og vill og er einhvern veginn að responda á það, en ég held að það flestir bara mjög fínt og gerir fullt af skemmtunum hlutum, en nema náttúrulega svona meiri hlutin, skilur. En það er einhvern veginn samt sterk tilfinning fyrir því að við séum ekki samfélagi sem eru í réttri átt, að fara í rétt átt. Ég var fyrir nokkrum ára, þá var ég svolítið mikið í Afríku og þá þegar nú séð myndir frá Afríku, þannig að fólk er í mjög svona litríkum fötum og svona skemmtileg menning, mikið svona fólksflutningamenning, allir að koma í borgina og rosalega degla og margt í gangi og svo við flugum alltaf til Parísar og þá lentum maður í París og fór stundur svona í hverfið og satt á bekk og horfði yfir og þá voru allir svartklæddir, það var kannski bara 5% af fötunum sem fólk var í sem var bara ekki svart, eða bara dökkgrátt og ég hugsa þetta líka þegar ég sitt inn í
hörpu og horfi upp eftir veggnum sem inni, sko, það var alveg skrautlega svona klæðningin utan á húsinu, en það eitthvað veggur sem held ég sko 35 metra hár sem bara grá steypa og svona góðaris liturinn á Íslandi þarna í bólunni fyrir hrun, það var svona koksgrár held þetta heiti, það voru alltaf byggingar voru koksgráar, hérna, svo hlustar maður á músík og hún oft svona mikið svona hvalahljóð, eitthvað svona eitthvað, og svo kannski kemur allt í einu, heyrir maður svona músíkverk sem var samið 1967 og þá allt í einu bara verður rosalega svona smá húmor og glettni leið og þetta segja eitthvað alvarlegt og allt í einu bara svona, eins og þið sjáu bara þeir horfa á gamla bíómyndir frá 7. áratugnum og bara þess að verður meira gaman þá, sko. Stundum hef ég þessa tilfinningu að við lifum með eitthvað svona rosalega þrúandi, erfiðri tímabili í kúltúr, sko. Ég var ekki að leika hérna Guðskus, ég nú frekar svona músík sem svona nýklassísk músík sem svona, ég held þetta farið samt bara mjög mikið eftir hvaða bólu þú ert í og í hvaða bólu þú ert að tala þú veist, það bara þinn heimur, það fullt af öðru fólki sem hefur það bara mjög gaman í þessu lífi og finnst bara tilvistin ógeðslega skemmtileg eins og mjög mikið ég að tala svona menninguna sem við eigum samíla, ég veit alveg að maður fer heim til fólks og fær að setjast bara við vaxdúkinn við eldhúsborðið og bara tala, þá fólk bara alveg eins, en svona þessi samíla menning og ég var að taka dæmi af þegar maður bara út á götu og horfir yfir hópinn, að við svolítið, þú veist, að vantar í það bara kistuna, þá bara allir jarðarfaraklæddir, bara svartklæddir á leiðinni í jarðarför. Já, ég ekki alveg sammála, mér finnst bara mér finnst mjög margt svona yfir, ég held að sé ekki bara túristarnir, heldur mér finnst mjög margt sko yfirbyrði, svona yfirbræði borgarstemmingarinnar svona vera miklu minna grátt heldur en mann eftir reytisinu, skilur, mér fannst bara Reykjavík vera ógeðslega grá þegar ég var lítill krakki sko, mér finnst mjög margt miklu svona bjartara yfir mörg og fólk sækir sko meira í náttúruna og eitthvað svona heilsu eitthvað dót og svona, ég held að sé alveg, veist, þetta ekkert eitthvað svartnætt, en það samt sem að sko, veist, eru sko vaxandi geðrænir erfiðleikar hjá fólki við einhvern veginn að vera í þessu samfélagi og það mænanlegt, þú veist, unglingarnir hafa verð og eitthvað svona og það pælingin í af hverju, það bara, og það ekki að því að þau fengu verið mat eða voru meira barinn heim hjá sér eða raskelt eitthvað svona, það eitthvað annað, það eitthvað að gangi sundur með bara þetta verðlaunakerfi líkamanns, skilur, fattarðu, og ég held að þetta sé bara rosalega margslungið, við búum bara í mjög svona flóknum heimi sem kannski miklu flóknara en við almennilega ráðum við, ég meina og svo litið á okkur, ef okkur líði eitthvað illa þá bara, já, heyrðu, það gefa svona leið að þú getur aðlagast þessu samfélagi, en það ekkert að pæla þau ekki samfélagi eitthvað bilað og þú kannski bara með eðlileg viðbrögð við því, skilur, þannig að þá kannski bara frekar eitthvað að laga þetta samfélag, frekar að lyfja þig að vera eitthvað í takt við þetta. Þannig að ég held að bara í blaðamennskunni, Jakob, þá rosalega svona hvernig hlutinir eigi að vera réttir, það látlaust fólk á öxlunum á ykkur að segja, þú veist, hvernig hlutinir eigi að vera, það alltaf verið að leiðrétta það, svona eitthvað svona hugmyndur, þannig þetta ekki svona það ekki eins og það sé svona borð það sem að margt má. Það ekki svona bullandi kreatívitet í blaðamennsku. Þetta meira og minna svona verið að yrkja í sömu formin og allir gera hlutinni saman. Ekki? Fjölmiðlar náttúrulega bara í mjög erfiðri stöðu rekstrarlega. Það rosalega degla núna. Netið náttúrulega gerbylt blaðamennskunni. Hún bara allt önnur heldur en hún var. Og rekstrarmódelið hefur einhvern veginn ekki náð að fylgja því eftir, þannig að ég man ekki, sá einhverjar óhugnanlegar tölur fækkun í stéttinni, þannig að það kannski ekki alveg hægt að líka þessu tvennu saman, þetta bara allt annað game. En ég held að það alveg rétt sem Biggi segir, við lifum í mjög flóknum heimi núna varðandi þetta allt og ég sko verð alveg var við mjög stæka sjálfsritskoðun innan minnar stéttar, sennilega vegna þess að fjölmiðlar standa rekstrarlega svolítið illa og þeir eiga erfitt með að standa í lappirnar gegn þá þessu sem hefur verið kallaður réttrúnaður og það náttúrulega ekki voðalega gaman í þessum réttrúnaði. Það bara þannig, sko.
En sko, bara leið og ég segi þetta, þá einhvern veginn stífnar maður bara upp, því að þú veist, maður bara, þú veist, það þorir enginn að segja neitt vegna þess að það er komið kannski hér á Twitter sem að vill taka þig að lífi, sko, af því að þú ert ekki að þramma í takti. Mikki, er þetta verið góða tíma í menningunni? Er þetta mikil sköpun? Er þetta svona tími gleðinar? Sköpunar eru við á tímamótum, er kannski að fæðast nýr heimur eða hvað? Þú verður bara að segja þetta, þú hefur farið hérna 2,5. Ég held að það sé erfiðast, sko, þegar ég var að byrja að vera rithöfundur, þá var metnaður manns var líka, ástæðan fyrir maður valdi bara að skrifa skáldsögu eitthvað, var að maður vildi eiga eitthvað samtal við samfélagið. Ég held að það sé það sem er erfiðast núna. Ég veit ekki hvernig þú átt að gera það, hvernig áttu alvöru samtal við samfélagið þitt. Með stofna rockhljómsveit, Valla, ég veit ekki, núna í 1,5 ára eða eitthvað í heiminum eru bara tónleikar búin að vera bannaðir og þar er ekki samtalið. Kannski ykkur svona, og ekki í skáldsögunni, ekki nema ég held við liðum svona flóknari tíma, en ég held að sé samt eina sem er jákvætt við það, held ég, og þetta er alltaf sem ég hef tekið til mín, að við liðum tíma sem eru kannski meira þar sem að, eins og Jakob sagði, að blaðamennskan er einhvern veginn að hrunu komin, en hún var einu sinni ekki til. Hún var til með einhverju samkomulagi kaupmanna og rithöfunda, þeir sem eru að skrifa, að gefa út blað og prenta það og skrifa fréttir eða skoðanir eða stemmingar eða ljóð eða eitthvað, og svo eru auglýsingar. Þú getur farið og keyptir eitthvað úr iðnbyltingunni. Þetta er að gerast bara, eða þú getur jafnvel, Karl Marx skrifar grein og boðar byltingu öryggana og annarkvæmt félagasamtök eða einhver auglýsandi auglýsir. Og þetta var hugmyndin. Ég held að séum jafnvel að fara pínu fyrir þann tíma þegar bara rómantísku skáldin gerðu bara hvað sem er. Þau voru ekki öll, þetta var ekki allt, þau voru ekki endilega kölluð rómantísku skáldina því að þau eru bara einhvern veginn að yrkja eitthvað til kærastunar sinnar eða kærastan síns, heldur voru þeir raunverulega að skrifa einhver tíðindi, að lýsa einhverju, sviðsetja raunveruleikann, koma með tíðindi. Hérna er ljóð eftir þennan sem er eftir barni sem er látið þrífa skorsteinana í Englandi. Vá, og það eru sláandi tíðindi, við höfum aldrei sett regnar upp svona myndir áður. Hérna eru tíðindi af Vígvelli, við höfum aldrei sett, hérna eru tíðindi af Alþýðunni. Þetta er það sem við gerum þegar við erum að skrifa. Og ég held við séum þar. Þetta var sem ég upplifði að blöðin voru þegar ég var unglingur og fór seinna að vinna blöðunum, að blöðin höfðu þennan tilgang. Núna verður bara að gera hvað sem er. Það er ekki eitthvað bara eitt mainstream sem getur átt samtal við samfélag. Þú getur þannig séð ekki bara farið að vinna á df.is og átt eitthvað samtal við samfélagið, og þú getur heldur ekki skrifa bara skáldsöguna, þú getur heldur ekki skrifa leikritið eða stofna rockhljómsveitina. Kannski þar fólki sem er að koma núna að gera allt, eða vera eins og ég sá frábæra sjónvarpsseríu á BBC sem heitir I May Destroy You, þar sem að ung kona, hún lék aðalhlutverkið, leikstýrði, skrifaði það og framleiddi það. Hún var allt í öllu. Hún var að koma bara sannarlega að færa í eitthvað tíðindi, og tíðindin í hennar tilfelli voru af Me Too og öllu sem hefur að skekja umræðina með það, og þetta var persónuleg saga. Þetta var bara sem hún tók bara allt systemið, og hér er það, og sagði sögunni gegnum sjálfa sig. Þetta er svona pínu rennarsans í þessu, og hérna er menningin stöðheldi, þar sem þú verður bara að gera allt. Það er að eiga eitthvað samtal við samfélagið. Það er ekki draumurinn að vera að blanda. Ég ætla bara að koma eitt inn á þetta. Ég held að segja með ég held að þetta sé dálítið þannig að það er bara komin bara ákveðin svona leið að lokum með hversu hægt er að lyfta einhvern veginn einstaklingum og frelsa hann einhvern veginn, að þannig að hann sé einhvern veginn frjáls frá öllu, vegna þess að maður er aldrei frjáls, skilur. Þú ert alltaf í samhengi. Þú ert ekkert frjáls með hvað þú fær ég vil að vera tónlistarmaður, ég er ekkert frjáls, ég er háður mínum aðdáendum, eða ég er fyrir vinnu, þá er ég háður henni. Þannig að við erum aldrei frjáls, þannig að það verður einhvern veginn að ala á því að við þurfum einhvern veginn að verða einhvern úber frjálsi einstaklingur. Það hefur haft
haft náttúrulega bara jákvæða þætti með það að fólk getur valið sér hlutverk og ásýnd og einhvern veginn fengi að vera þar svona en vill vera í samfélaginu en þarf ekki að vera einhvern veginn í sömu gráðu jakkafötunum. Þetta er að opnast og réttlæti og alls konar hlutir það að vera að laga það varandi jaðarsettum hópum og eitthvað svona en ég held að þetta það að vera ít okkur í þessa átt, að verða einhvern veginn svona hrikalega miklir einstaklingar ekki okkar eðli að fara eitthvað allt og langt þangað. Við erum ekki kettir sem lifa bara einu og hvæsum bara á næsta nema sé búið kynlíf. Heldur við viljum vera í hóp, við viljum vera saman og viljum bara finna það að við séum elskuð á hóp og við getum lagt eitthvað til og ég held að það sé kannski bara stóra svona samfélags svona breytingin á meðvitundinni sem ekki hægt að ná fyrir hún búin að henda þessari nýfrálshyggju í burtu og smíða bara einhverja valkosti sem snúast það að smíða eins nýtt samfélag sem við erum að geta saman, að fólk fær kannski tilfinningu fyrir því að brána bara aðeins meira og saman með annað fólk og þurfi ekki að vera svona hrikalega frjálst. Einhvers staðar líða illa og prósak. Ok, heyrðu, það nefnilega að því að svona langt sem við vorum þátt að ég bara mundi eftir því þegar fóru að líða þáttin að það var alltaf spurning svona hvernig tíma lifum við og það var líka svona enginn af þessu þætti að hann var alltaf langur þannig að okkur hefur alveg tekist að bara ná upp þræðinum sem að var hér áður. Ég vona að einhver hafi enns til þess að hlusta á þetta en ég þakka ykkur kærlega fyrir að hafa komið hérna við Rauðabóðið, Jakob Jarnar, Mikael og Biggi og hjálpa mér til þess að skilja á hvaða tíma við lifum. Ég vona hún allir komið ósárir frá borði og þakka fyrir í kvöld. Á morgun á Rauðaborðið, þá koma konur hingað og þá ætlum við að tala kvenfrelsisbaráttu, sósíalískan feminisma og borgaralegan feminisma. Það verður rosa fjör. Sjáumst þá.